Flatey á Skjálfanda lítil eyja í 2,5 km fjarlægð frá landi utan við Flateyjardal. Eyjan fór í eyði árið 1967 og þó engar fastar áætlunarferðir séu þangað, þá sækja ferðamenn til Flateyjar í auknumæli enda eyjan rómuð fyrir friðsæld og fjölbreytt fuglalíf. Dagbjört, hvað svona sérstakt við Flatey? Já, Flatey náttúrulega falleg náttúruperla. Það mikil kyrrð og sólsetur og fjallasýn og ég held að það sé það sem að fólk heillast af í Flatey, meðal annars ég. En hvernig eignarhaldi háttað þarna? Sko ríkið á eina og svo eru þarna húseigendur sem að eiga gömlu húsin í Flatey og það húseigendafélag, mjög öflugt húseigendafélag í Flatey. Og þeir hafa unnið mikið af að endurbyggja gömlu húsin. Svo sem sagt höfnin í Flatey og hún á okkar forræði og það nú bara tiltölulega nýkomið til vegna þess að það var nú ekki alveg ljóst hvert eignarhaldið á höfnin í Flatey var og við höfðum svona forgöngu það að fá það á hreint. Og það sem sagt þannig að við, og kom í rauninni bara í ljós núna á þessu ári, að við eigum höfnina og við fórum þá í að setja hafnareglugerð til þess að koma þessu svona í farveg og höfum sótt til fjárlaganefndar Alþingis að koma inn á samgöngu áætlun. Og þið hafið staðið í endurbótum líka þarna á hafnarsvæðinu? Já, svona reyndar það eru nú eiginlega húseigendur sem að eiga heiðurinn af því. Og það, eins og ég sagði, það mjög öflugt húseigendafélag, þau eru mjög virkir og duglegir eða þau og þau hafa lagt heilmikið í að halda höfninni, að viðhalda höfninni. En núna þetta komið á okkar forræði og við viljum náttúrulega gera þetta bara í sátt og samlyndi við landeigendur. Þetta náttúrulega skilgreint sem sumarhúsabyggð, þannig að það engin með fasta búsetu í eynni og þó að við séum búin að skipa hafnarstjóra samkvæmt hafnarreglugerðinni, að þá í rauninni hann ekkert staddur út í eynni og við erum náttúrulega svolítið blauta bak við eyrun í þessum efnum, við höfum ekki mikla reynslu í rekstri hafna en við gerum okkar besta og erum bara að kynna okkur það og hvernig við eigum hvernig svona þetta fyrirkomulag á að vera. Eigið þið vona á auknum fjölda ferðamanna þarna eða? Já, það hefur náttúrulega verið aukast og það eru þarna aðilar sem fara reglulega út í eynna með ferðamenn. Og það náttúrulega bara eins og víða á Íslandi að það alltaf að aukast áhuginn á hinum og þessum stöðum sem hafa kannski ekkert verið vinsælir fram að þessu og við sjáum það alveg að það mun aukast umferð í Flatey. Við erum kannski ekki með einhverja stefnu það að efla eða stýra því, það ekkert í Flatey engin þjónusta. Þannig eru bara hús og stefna ríkisins sem á eynna það að byggja ekkert frekar í eynni nema bara á gömlum grunnum og þau hús sem eru í eynni náttúrulega bara gömul hús sem hafa verið endurgerð og það mjög frábært að sjá hvað það hefur tekist vel til. Þannig að við erum bara fyrst og fremst vildum við og kannski var það það var að frumkvæði okkar að finna út eignarhaldinu vegna þess að landeigendur, eða ekki landeigendur heldur húseigendafélagi var svona svolítið að kalla eftir því og við erum svo sem fyrst og fremst bara viðhaldinni og tryggja öryggi að höfninni. Jú og svo auðvitað viljum við fá einhverja tekju til þess að viðhaldinni og það það sem við erum bara að skoða og fyrir 3 árum þá settum við þarna upp salerni, 2 salerni við höfnina af því að þeir sem að koma þarna siglingu og að koma inn í höfnina, þeir náttúrulega þurfa einhverstar að fara á klósett og það eins og ég segi, það ekkert kaffihús eða veitingastæður eða neitt. Þannig að það hefur reynst gríðarlega vel og þetta vinnum við í samráði við húseigendafélagi og þeir hafa svona þjónusta salernin fyrir okkur. En þarf ekki að byggja upp samt meiri þjónustu í Flatey? Nú berast fréttir af því að skemmtiferðaskip hafi áhuga að stoppa þarna næsta sumar. Já, ég var nú bara að frétta því. Það hefur enginn haft samband við mig út af því og það vissulega svona umhugsunarvert ef að koma skemmtiferðaskip sem kannski með 200 manns, 200 farþega og það getur
örgulega ekki lagt upp að þessari höfn sem nú en kannski þarna fyrir utan og ferja fólk yfir í eina. Og þetta finnst mér nú umhugsunarvert að það ekkert haft samband við okkur með það. Þannig eru einhver ferðaþjónustu aðilar, skipuleggja einhverja ferð og ég les það bara í blöðunum, sko. Við viljum náttúrulega halda inni svolítið ósnortinni og ég held að það sé vilji allra. Sem sagt þá húseigenda sem eru svona hálfgerðir íbúar í eynni. Og svo eins og ég segi það ríkið sem á eina.